Kemnar í knattspyrnu. Ævintýraeyjan Ísland frá Sæl, Birgir Þór heiti ég. Við erum hér með Íslenskt Motorsport torfæruna, aðra umferð Íslandsmótsins í torfærum. Við fór fram á laugardaginn var á Blönduósi, haldinn af Akstursíþróttafélagi Suðurnesja með dyggri aðstoð heimamanna og dynjanda. Og við skellum okkur beint í leikinn fyrstu braut. Þetta Leó Viðar Björnsson. Keppnin byrjaði pínu rólega, en þó með nokkrum látum og þetta var bráðskemmtileg keppni. Og Leó Viðar komið hér með stefnu á endamarkið, 350 stig fyrir lengdina en 60 refsistig, samtals 290 stig. Gott hjá Leó. Þá það Ragnar Róbertsson, sigraði í fyrstu umferðinni í Vík í Mýrdal. Hann þá kannski frekar fyrir herfileg mistök Gunnars Gunnarssonar í síðustu braut þar sem hann viltist af leið. Ragnar hins vegar einn af okkar bestu ökumönnum. Hann ekur í götubílaflokki, má ekki nota stóru öflugu skófludekkin eða ausudekkin eins og menn kallaðu. Hefur því aðeins minna grip. Hér vantaði nú aðeins upp á hraðan. Ragnar fær hans 220 fyrir lengdina og 50 refstig. Við skulum fara með Ragnar í þessa braut svona síðari helmingin. Hér hefði hann þurft að ná upp hraða en gerir ekki og hann fær því aðeins 170 stig á móti 290 stigum hjá Leó Viðari Björnssoni. Það var Bjarki Reynisson, einnig í götubílaflokki. Bíll Bjarka orðinn frekar öflugur. Bjarki hefur þó verið í vandræðum með bílanir í keppnum, brotna öxla og slikt. Og hér virðist nú Bjarki vera eitthvað villtur á leið. Nei, hann kemur hér aftur. Og lendir miklu neðar heldur en Ragnar og nær upp hraðanum og 350 fyrir lengdina en 90 refsistig. 260 stig, 30 stigum minna heldur en Leó Viðar Björnsson. Það var Gunnar Gunnarsson. Nú bæði Gunnar Gunnarsson og Sigurður Þór Jónsson eru á nýjum ausudekkjum með færri ausur heldur en áður hefur tíðkast. Ef mann rétt þá eru núna ekki nema 12 svona ausur eða skóflur á hverjum hjólbarða. Stutt síðan menn voru með allt upp í 16 og Gunnar fer alla leið 350 fyrir lengdina og aðeins 20 refsistig. Vel gert hjá honum. Það var Daniel Gunnar Ingimundarson. Vel gert, hann sloppinn hér í gegnum hlið sem reyndist mörgum erfitt, refsilaust. Þetta býsna vel gert hjá honum. Hann stóru dekkin og upp á ferran og aðeins 20 refsistig, 330 stig jafnar Gunnar Gunnarsson. Það var Sigurður Þór Jónsson. Ný vél, ný skipting og samskonar ausur og Gunnar Gunnarsson á. Og hann sleppur hér í gegnum þetta hlið. Sýtist hann snerta þarna og komið 20 í refsingu. Hvað að gerast hér? Sjáu þið aflið og sambandið í jörðina. Hann fer hér upp, þáttur að hafa verið stopp það sem á samastað á Ragnar Róbertsson. En 30 refsistig, þá er það Daniel Hinriksson. 40 refsistig þarna. Og hikar hér komið reyndar með ranga stefnu í þessari braut, bakkar og hann komin að bakka meira en bíllengd og þar með hann úr leik. 180 stig fyrir lengdina, 20 refsistig, 160 stig, 8. besti árangur í brautinni. Þá er það Guðlaugur Sindri Helgason,
frá Egilsstöðum. Brautin bíður hans þarna orðin pínu grafin. Guðlaugur var í vandræði með bílinn í fyrstu keppninni og lenti síðan í vandræði með bílinn aftur núna og gekk illa, komst yfirleitt ekki nema örfáa metra af stað í hverri braut. Þá er það Ólafur B. Jónsson og hann kemur einnig að austan. Í einhverjum smá vandræðum þarna. Guðlaugur Sindri fékk 120 stig fyrir lengdina og 10 refsistig. Ólafur B. Jónsson skortir afl hérna og 170 stig fyrir lengdina, 20 refstig. Það var Helgi Gunnarsson. Helgi sigraði sinni fyrstu torfærukeppni á þessum stað, Blönduósi, fyrir ári síðan. Gunnar Gunnarsson, Daníel Gunnar Ingimundarson, Sigurþór Jónsson og Leó Viðar Björnsson fóru allir alla leið. Gunnar og Daníel með 20 í refsistig, Sigurþór með 30, Leó Viðar með 60. Og þetta er Helgi og fer alla leið og 40 refsistig, 310 stig alls og sjá með Gunnar Gunnarsson með forystur ásamt Daníeli Gunnar Ingimundarsinni, Sigurþór Jónsson í 3. sæti og númerin þarna fyrir framan nöfnin eru rásnúmeri bílana og segja til árangur þeirra í Íslandsmótinu í fyrra. Það var braut nummer 2 og það var Bjarki sem fer fyrstur. Tveir þeir sem fóru fyrstir í fyrstu braut eru færðir aftur fyrir í næstu braut og þannig gengur keppnin fyrir sig á milli brauta. Tveir fremst alltaf færðir aftur fyrir. Brautin hálfnuð hjá Bjarka og hann tekur nú þarna inn 50 refsistig. Hér er hægri beygja kröpp, einlegar 180 gráður og Bjarki er komið hér úr alfara leið og fer ekki lengra en þetta, 180 stig fyrir lengdina, 100 refsistig, skorar ekki nema 80 stig í þessari braut. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Gunnar var með forystu ásamt Daníeli en missir hér grip eitt augnablik og skilur ekkert í þessu og Gunnar skorar ekki nema 200 stig refsilaust. Þá galopnast nú þessi keppni. Þetta er Leó Viðar Björnsson sem hefði nú væntanlega átt að koma næst síðastur í þessa braut. Vel gert hjá honum. Og í gegnum endaliði 350 stig en 100 refsistig, skorar 250 stig. Það var Daníel Gunnar Ingimundarson. Hann gerir betur heldur en Gunnar Gunnarsson. Þeir voru jú saman í fyrsta sæti eftir fyrstu braut. Hann lendir í einhverjum slíkum sömu vandræðum og Gunnar Gunnarsson og hann fær ekki nema 200 stig hér, 20 refsistig, þannig að hann fær 20 stig minna en Gunnar Gunnarsson. Sigurþór Jónsson. Braut nummer 2 af 8 brautum sem að eknar voru í þessari annar umferð Íslandsmótsins á Blönduósi á laugardaginn var. Og hann er stopp hér á sama stað og Gunnar og Daníel tekur ákvörðun að bakka. Hann er ekki búinn að bakka bílinn þannig að hann á ennþá möguleika og sjáu þið þetta. Botgjöf og gríðarlegt grip og hann fer alla leið, 350 stig og aðeins 35 refsistig. Ólafur B. Jónsson. Daníel Hinriksson skoraði 200 stig hér. Guðlaugur Sindri Helgason 40 stig fyrir lengdina og 10 í refsingu. Já,
næstum því á réttri leið en afturendin ekki á réttri leið. Það var Helgi Gunnarsson. Þeir skoraði 310 stig, það var með fjórða besta árangur í fyrstu braut, snertir hérna stigu, þar fara 20 stig og í gegnum endahliðið 350 fyrir lengdina, 45 refsistig, þriðji besti árangur í brautinni. Þá var það Ragnar Róbertsson. Ákvæmur og í gegnum endahliðið og tapar aðeins 25 stigum og sjáum við stöðuna Sigurður Jónsson fyrstur með 635 stig, Helgi Gunnarsson annar, Leó Viðar Björnsson þriðji, Gunnar og Daniel falla niður í 4. og 5. sæti en Ragnar Róbertsson í 7. sæti eftir slakan árangur í fyrstu braut. Braut 3 og þá er það Daniel Gunnar Ingimundarson sem fer fyrstur. Það eru í rauninni 2 hindranir og ein lúmsk þraut, þetta er nú fyrsta hindrunin og hér klikkar Daniel Ingimundarson illilega. Aðeins 80 stig, það var Sigurður Jónsson. Hér brýtur Sigurður drifbúnaða framann og hann er aðeins á afturdrifinu og villist þar að ekki af leið. Og hann fær aðeins 130 stig þó hann fari hér í gegnum endahliðið, hann fór ekki rétt að leið, sleppti úr hliði sem við sjáum hér. Það eru notaðar hvítar og rauðar stangir. Hvíta stöngin á að vera á vinstri hönd, svo rauða á hægri. Refsilaust eiga menn að fara í gegnum þetta hliða á þess að snerta stigurnar. Snerti menn stigur með ytra hjóli á bíl, þá tapast 20 stig, fari stikan undir miðjan bíl, tapast 50 stig og fari svo að menn hangi aðeins inni með eitt hjól í gegnum hliði, þá er það mínus 100 stig. Þetta er Helgi Gunnarsson. Já, vel gert hjá honum, 350 stig og 50 í refsingum. Þá er það Leó Viðar Björnsson. Ólafur Jónsson fekk 350 stig fyrir lengdin en 205 refsistig. Leó Viðar er hér á leið í gegnum endahliðið í þriðju braut, 350 stig en 65 refsistig, 50 besti árangur í brautinni. Þá er það Ragnar Róbertsson. Saknar svo sem eins og 100 stiga úr fyrstu braut. Ragnar, Bjarki og Daniel Hinriksson er að keppa í götubílaflokki. Vel gert hjá Ragnari Róbertsinni. 350 stig fyrir lengdina og 60 í mínus. Bjarki. Menn hafa gert miklar breytingar á torfærubílum undanfarin ár, meðal annars hvað snertir stýrisbúnað og nú leggja bílarnir mun meira á heldur en áður en þá skapast í leið hætta á að menn brjóti þá hjörliskrossa eða þann búnað sem að gerir mannum kleift að vera með drifi að framann og geta tekið beygjur. Gunnar Gunnarsson. Bjarki skoraði 350 stig og aðeins 20 refsistig. Gunnar Gunnarsson aðeins með 20 refsistig þegar hér er komið sögðu í þriðju braut og fer þetta alla leið, fær 330 stig. Guðlaugur, nei afsækið, Ólafur D. Jónsson. 40 stig fyrir að bakka og það má bakka bíllengd miðast við miðjan hjólbarða að aftan hans vegar og framan hins vegar. Það fara 20 stig fyrir að snerta stigur og hann fór aftur fyrir. Hann var of lengi að gera við bílinn eftir veltuna áðan. 205 refsistig, það þýðir hann fara 145 stig. Helgi Gunnarsson kominn í fyrsta sæti með 915 stig. Gunnar Gunnarsson kominn upp í annað sæti. Leó Viðar í þriðja. Ragnar Róbertsson upp í fjórða og Sigurður Jónsson falli niður í sjötta sæti. Braut 4. Og Daniel Hinriksson fer hér langa leið, er kominn út úr braut, fær aðeins 90 stig.
Nú meðal áhorfenda var Jeremy Clarkson sem var í morgunsjónvarpi Stöðvar 2 hér í morgun. Hann er álíka þekktur á Bretlandseyjum eða í breska heimsveldinu eins og Ómar Ragnarsson og Bubbi Mortens til samans á Íslandi. Gerir og hefur gert árabil mjög skemmtilega bílaþætti sem hafa verið sýndir á BBC 2 og BBC World. Þetta er hins vegar Helgi Gunnarsson og hann er að klikka hérna bílinn hjá honum. Þetta er dýrt. Leó Viðar Björnsson. Helgi skoraði 230 stig. Leó Viðar 350 fyrir lengdina, 65 refsistig. Daniel Hinriksson skoraði aðeins 30 stig á hann og Guðlaugur Sindri Helgason einnig. Athygli á meðal fjölmargra áhorfenda voru þó nokkuð margir útlendingar. Það var Ragnar Róbertsson. Nei, það er eins og að það hefur vantað afl hér til þess að ná upp örlítið meiri hraða fyrir síðustu hindrunina. Stefnan alveg hárrétt og gott gjöf en það vantaði grip eða afl og Ragnar Róbertsson skora hér 240 stig, 20 refsistig. Bjarki. Læðir aftur hjólunum hér upp á en það þýðir aðeins 250 stig. 350 stig fást fyrir að fara alla leið og komast í burtu án þess að þurfa til þess aðstoð. Burtu frá endahliðinu, þetta er Gunnar Gunnarsson aðeins snerti þarna. Segja að Gunnar eigi á rattan að sækja hér en hér skortir hvorki afl né grip. Gunnar Mungin ökumaður og skorar hér 350 fyrir lengdina, 45 refsistig. Daniel Ingimundarson. Refsistig. Og upp á fer hann og hann á að geta ekið í burtu án þess að fá aðstoð. Já. Nú dómararnir ákveða samt að veita honum 350 stig. Það var talið að hann hafi farið þarna upp og komið sér í burtu af sjálfstæðum þó hann færi hér aftur á bak. Það er ekki sett niður hlið bíllengd inn á brúninni. Það er aðeins hugsað hlið. Út fyrir það hlið eiga menn að komast hjálparlaust og þá fá þeir 350 stig. Sigurður Þór Jónsson fær hér 350 stig refsilaust og er komið með 1115 stig og er í öðru seti Gunnar Gunnarsson með forystu með 1165 stig. Leó Viðar Björnsson og Helgi Gunnarsson eru þarna skammt undan og þessi keppni galopin þegar hún er hálfnuð. Helgi Gunnarsson fer hér fyrstur 5. braut. Það er í 4. sæti aðeins 100 stigum frá 1. sætinu þegar lagt var að staði þessa braut og það er hér 350 stig en 150 refsistig. Heldur í 4. sætinu það var Leó Viðar Björnsson. Aðeins að pikka upp svolítið mikla refsingu hér og refsingi hljóða upp á 175 stig þannig að hann fær aðeins 175 stig. Hangir þó í 3. sætinu. Þá sjá hvort að Ragnar Róbertsson kemst upp fyrir hluta brautarinnar hér. Skorti ekkert upp á aflið og heyra mátti að bíllinn skipti sér í hærri gír og Ragnar klára þessa braut með stæl en 150 refsistig, fær 200 stig, 4. besti árangur í þessari braut og er enn í 5. sæti.
Bjarki Reynisson, já, vel gert hjá Bjarka. Ragnar Róbertsson með 150 refsistig. Bjarki Reynisson aðeins með 100 refsistig en fær hins vegar aðeins 240 stig fyrir lengdina og skora því aðeins 140 stig. Vantaði hestlumunn hér á að Bjarki færi alla leið, fengi sín 350 stig. Þeir í 7. sæti þegar hér er komið sögu 435 stigum frá fyrsta sætinu. Það var Gunnar Gunnarsson. Mönnurinn það lítill í toppslagnum að ekkert má út að bregða hjá mönnum. Vel gert hjá Gunnari. Þetta er aðeins 60 refsistig, 350 fyrir lengdina. Og Ragnar Róbertsson skoðar hér 7. braut en hann á að fara fyrstur í hana. Það er misjafnt hve mikið menn skoða brautir. Ragnar Róbertsson er einn þeirra sem að skoðar þær vel og vandlega. Daniel með 350 stig, mínus 70. Og eins og sagði áðan, fjölmargir áhorfendur í frábæru veðri á Blönduósi á laugardaginn. Nánast logn, Sigurður Þór Jónsson í 5. braut. Var í öðru sæti 50 stig og eftir Gunnari Gunnarsinni. Gerir þetta vel hér. Gunnar fór að alla leið og er núna með 60 stiga forskot á Sigurður Þór Jónsson, Leó Viðar Björnsson enn í 3. sæti og Helgi Gunnarsson í því 4. Ragnar Róbertsson leiðir í götubílflokkin. 7. braut. Ragnar Róbertsson fer fyrstur. 2 erfiðar hindranir í þessari braut. Gert hjá Ragnari. 350 stig og aðeins 30 refsistig, þá er það Gunnar Gunnarsson. Einbeitum okkur hér að toppslagnum í þessari keppni og Gunnar fer hér upp á 350 stig og aðeins 10 refsistig. Frábært hjá Gunnari, þá er það Sigurður Þór Jónsson. Nei, 30 refsistig, 20 stigum meira heldur en Gunnar Gunnarsson og er því 80 stigum frá fyrsta sætinu þegar hér er komið sögu og Helgi Gunnarsson lendir aftur í vandræði með gangin í bílnum. Þetta er dýrt, aðeins 230 stig fyrir lengdina. Og hann fellur niður í 5. sæti, Leó Viðar Björnsson. Ragnar Róbertsson skaust upp í 4. sætið í þessari braut og Leó Viðar fer hér alla leið, annar besti árangur í brautinni og er enn í 3. sæti. Það munar 80 stigum á 1. og 2. sæti. Þegar 2 brautir eru eftir, svo fyrir þeirra er tímabraut. Og Leó Viðar Björnsson fór hraðast í tímabrautinni og fekk 300 stig fyrir það en snerti 3 stigur og tapaði þar 30 stigum, tími hans 34.56. Og Helgi Gunnarsson fór með mestum gasagangi í gegnum þessi braut en lenti í vandræðum í fyrsta hliðið og var 42.41 sem var 8. besti tíminn, hlaut því aðeins 150 stig. Gunnar Gunnarsson keyrði ekki mjög hratt, var með 5. besta tíman, skoraði 190 stig en það kom á óvart að Sigurður Þór Jónsson ók hægt og rólega í gegnum þessa braut í ljósi þess að hann var aðeins 80 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni. Þá hefði mátt ætla að hann hefði stæði bílinn og reyndi að keyra að fullu afli, hann gerði það ekki og er nú 100 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni þegar ein braut er eftir. Og Gunnar Gunnarsson í 8. braut. Hér upp og síðan á leiðinni hérna niður, þá hittir hann ekki á hlið, gerir hér alveg herfileg mistök og þetta getur kostað hann sigur. Gunnar Gunnarsson með aðeins 180 stig fyrir 8. og síðustu braut. Rauðastikan sem að núna blasir við himinn eða ber í himinn, hún á að
Gunnar á að fara hinum megin við hana, hann út úr braut hérna og þessi keppni galopin. Það var að Sigurþór Jónsson. Gunnar skoraði aðeins 180 stig, 50 í refsingu, 130 stig og Sigurþór Jónsson var aðeins 100 stigum á eftir honum þegar að farið var að staði þessa braut. Sigurþór kom inn með 100 stig í refsingu hérna og þetta þýðir að ef hann fer alla leið þá nælir hann sér í fyrsta sæti í þessari keppni. En hann þarf að klára brautina og upp á fer hann, nei, afturhjólinn fara ekki inn á brúnna og þar að leiðandi útilokað að hann nái 350 stigum. Sjáum hann lendir hér á kviðnum og síðan aftur fyrir sig og hann fær aðeins 250 stig fyrir lengdina mínus 100 stig og þetta þýðir það að hann enn 80 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni. Munaði sára litlu að Gunnari Gunnarsinni yrði þá í annað sinn í röð að missa af sigri í torfærukeppni í 8. og síðustu braut af því að í þessu tilfelli hitta ekki á hlið. Hann fór öfugt í gegnum hlið í síðustu brautinni í Vík í Mýrdal. Það var að Leó Viðar Björnsson. Hann á hér möguleika en hann þarf að fara alla leiðina upp á topp. Hann greinilega treysti sér ekki í það og þetta urðu loka úrslit í þessari keppni. Gunnar Gunnarsson sigrar, Sigurþór Jónsson annar, Leó Viðar Björnsson þriðji. Ragnar Róbertsson sigrar í götubílaflokki í þessari keppni. Sigurður, annarsæti, þú getur nú ekki verið ánægður með það? Nei, það var náttúrulega helvítis klúður hann áðan þegar ég kúttaði öxlana hana í 3. og 4. braut og ég hugsaði svo mikið að ég held að skiptingin væri farin, ég held að við brotið fyrsta gírinn. Þannig að ég eiginlega datt alveg úr og sleppti úr einu hliði. Þú varst nú ekki nema 80 stigum á eftir Gunnari þegar að tímabrautin hófst, en þú ókst bara hægt og rólega í gegnum hana. Hvers vegna? Ég var svo óviss hvernig hún var, hún var eiginlega lögð bara eiginlega leið og vorum að fara á stað, þannig að ég var aldrei búinn að sjá hana. Þú varst samt sem eður ekki fyrsti maður í brautina? Nei, ég ákveði frekar að keyra hana hægt og vera viss að ég var inn í brautinni. Það var mikið að gera hjá Gunnari Gunnarsinni, fjöldi áhorfenda gekk til hans með plakötin hans og vildi fá þau árituð. Gunnar, til hamingju með sigurinn. Þakka þér fyrir. Þetta var nú ekki neitt algjörlega öruggt fyrir en alveg bara í lokin. Nei, þetta var ekki alveg öruggt. Annarsæti í fyrstu keppni, áttir í sigurinn vísan fyrir síðustu braut þar. Fyrsta sæti núna, er þetta það sem að koma skal? Já, eins og ég er búinn að segja við margoft, ég stefni alltaf á fyrsta sætið þegar ég kem í torfæru og ef að það er ekki, þá er það annarkvort, ég veit ekki hvort það er óhefni eða bilar hjá mér eða bara klúður eins og gerðist þarna til dæmis á Vík, bara gleymdi mér augnablik. Þannig að þetta er ekki búið fyrir að búið eins og vinnur okkar segir alltaf. Já, og staðan í Íslandsmótinu, Gunnar Gunnarsson með 18 stig, Ragnar Róbertsson 15, Sigurþór Jónsson 14 og Leó Viðar Björnsson 11. Þátturinn er á enda sinni, við ætlum að sýna meira frá þessari torfærukeppni eftir viku hér á Sýn og svo er líka Pirelli Rally Reykjavík í nánd allra helgi og við ætlum aðeins að fjalla um það og spá kannski pínlítið í úrslitar. Birgir Þór þakka fyrir að sinni. Sjáumst eftir að vikuliðinni þá með meira frá Blönduósi. Það voru nokkri taktar sem við höfum eftir